Biskup Íslands, biskupar, prestar, kæru hátíðargestir. Í þessari höfuðkirkju sem helguð er lífi og skáldskap séra Hallgríms og við hörpu, slátt og sellótóna og hljóma orgelsins sem fært hefur listina í hæstu hæðir, komum við hér saman til að minnast þeirra sem stofnuðu félag í fátæku þorpi að lokinni messu í guðshúsi sem landsmenn kusuðu að nefna Dómkirkju, þótt það tignarheiti stingi kannski í stúf við hrörleg timburhúsin, torfkofana, moldargötur og opin ræsi. Þorpið varð svo í fyllingu tímans að blómlegri borg, iðandi vettvangi mannlífs, menningar og lista, fundarstaður leiðtoga heimsins, margfræg vítt veröldina. En sú sýn var fjarri hinum fámenna hópi sem kom saman fyrir 200 árum að lokinni messu. Kannski líkust hulduheimum ef einhver hefði reynt að beina hugum þeirra að slíkri þróun. Og kannski er það á svipaðan hátt okkur framandi að skilja til fulls hve fátæklegur, hrörlegur og jafnvel dapur bragur var á reykvíska þorpinu þegar hið íslenska biblíufélag var stofnsett fyrir 200 árum. Nafnið enn metnaðarfyllra í ljósi vanefnanna allt í kring og hve dimmar horfurnar voru í málefnum landsins. Skólinn hafði í nokkru áru verið fluttur vegna niðurníðslu frá Hólavöllum til Bessastaða. Og þótt sagan hafi síðar varpað ljómi á lærdómssveitina sem þar sat næstu áratugi, var slíkur bjarmi andans enn hulinn móðu óvissu og erfiðleika þegar félagið var stofnað. Sveinbjörn Egilsson, þá við nám í Kaupmannahöfn, búningur hans á helgum textum og heimsum ból, enn í húfi Guðs. Jónas Hallgrímsson að föndra við legg og skel heim á Hrauni og Jón Sigurðsson lítill snáði á Hrafnseyri við Arnarfjörð. Veggferð hinnar fátæku, fámennu þjóðar við nyrsta haf til sjálfstæðis og fjölþættrar, blómlegrar menningar var þá algjörlega framandi öllum þeim sem landið byggðu, án nokkurrar fótfestu í hugum þeirra. Samt sótti sveitin sem stofnaði hið íslenska biblíufélag metnað og styrk í hugsjónina að efla sess hinnar helgu bókar með útgáfum hennar á íslensku og óf þannig í heildarsýn arfleifð og tign tungumálsins og boðskap kristninnar. Frásagnir beggja testamentana sem og gildi trúarinnar sem var svo samofin sögu og menningu Íslendinga að ekki verður sundurslitið. Það gleymist oft í orðræðu okkar tíma þegar krafist er að kristnum textum sé ýtt til hliðar í skólum landsins og við uppeldi æskunnar, að menning og vegferð Íslendinga frá landnámstíð til þessarar nýju aldar, rösk 1000 ár í sögu þjóðar, verða ekki skilin til hlítar án þekkingar á kristnum fræðum. Frásagnir biblíunnar, sess og þróun kirkjunnar,
Störf presta í byggðum landsins séu í reynd öllum kunn og að verðleikum metin, að viðurkennt sé af heilum huga að hin helga bók og trúarskáldskapur Íslendinga sjálfra eru burðarstoðir í sjálfsvitund þjóðarinnar, í samfelldri sögu okkar og einnig í nýsköpun, bókmennta, lista og samfélags á okkar tím. Sá sannleikur hefur birst okkur í mörgum myndum. Í sálmi Kolbeins Tumasonar sem 8 öldum síðar er öðrum oftar sunginn við jarðarfarir. Í mannanöfnum sem Hornstrendingar og íbúar Jökulfjarðar sóttu löngum í Gamla testamentið. Í lærdómssögu Hóla og Skálholts og þátttöku prestanna í sjálfstæðisbaráttu 19. aldar í áhrifamætti kirkjunnar við að móta samfélagsvitund, samtakamátt og félagsþroska á tímum hins unga lýðveldis. Og í störfum kirkju sem nú velur presta og biskupa á grundvelli lýðræðisvilja fólksins sjálfs. Þessi sannleikur birtist okkur líka í nýsköpun bókmennta og lista. Í trúarstefum óperunnar sem poppari blómatímans færði okkur í fyrra sem fullþroska tónskáld. Í nýrri útgáfu Passíusálma sem byltingarsinni úr röðum 68 kynslóðarinnar klæddi sem lærdómsmaður í búning öndvegisrits í málverkunum sem nú prýða Hallgrímskirkju og í flutningi mótettukórsins á Salómon fyrr í ágúst. Biblían, Hendel og hin unga kynslóð í íslensku tónlistarlífi urðu eitt í einstæðum flutningi. 1000 ára trú, texti, tónlist og saga í tignarstól æðri lista. Kraftar hins íslenska biblíufélags beindust vissulega í öndverðu og jafnan síðan að útgáfu hinnar helgu bókar á tungu fámennar þjóðar. En það var ekki aðeins gert í nafni kristninnar, heldur einnig til að efla vegsemd og þroska Íslendinga, gera bændum og sjómönnum kleift að verða þjóð meðal þjóða. Og nú að 2 öldum liðnum erum við hér saman komin til að þakka stofnendunum og reyndar líka öllum þeim sem helgað hafa Biblíufélaginu krafta sína. Þökkum fyrir framlag þeirra til menningar og helgihalds Íslendinga, heiðrum félagið sem orðið hefur hið elsta meðal okkar. En sækjum líka í sögu þess, vegvísa dýpri skilning á arfleifð þeirra sem skópu það Ísland sem við nú njótum. Ættjörð sem vissulega getur áfram boðið börnum sínum andlegan þroska og gjöfult líf.